ekki meira íþróttamaður en svo að ég kem haltrandi hérna inn á sviðið. En látum það ekki stöðva okkur. Hæstvirtur ráðherra, fundarstjóri, aðrir góðir gestir. Bara að fá að þakka fyrir að fá tækifæri til þess að segja ykkur örlitla sögu sem byrjaði nú ekki alls fyrir löngu en hefur vissulega vaxið og heimsögur á það dauði nú slógan sem við notuðum mikið hjá oss en við tókum það frá Napoleon sem notaði þetta framan af og basically ef við erum ekki dauðir þá hljótum við að vera að marsera rétt átt en eins og kannski sagan hefur kennt okkur þá er að gera að vera vakandi öllum stundum. En það sem ég vildi kannski fyrst og fremst nota með þennan titil og endurspeglast líka í slóganu hjá Nova eru ákveðin svona grunnhugmyndafræði að ætla sér að fara alla leið í hinu stóra heimi. Við erum ekki að takmarka sig bara við Ísland, þó Ísland sé stórkostlegt og byggur upp á margvísleg tækifæri. Það held ég að sé lykilatriði alveg frá fyrsta degi að ætla sér að gera eitthvað. Auðvitað er það ekki sjálfgefið, sum fyrirtæki eru fyrir Ísland og eru að þjóna Íslendingum og allt bara mjög gott það að segja. En ef það ert á annað borð að fara á stað með vöru eða þróun eða félag sem nær út fyrir landsteinina skilgreina sig þá strax frá fyrsta degi sem alþjóðlegt félag. Og það hefur reynst okkur mjög vel þó að stundum, fyrstu árin, þá litu menn á okkur með hálfpartinn lit undan því að þeim fannst þetta eiginlega vandræðalegt, þau voru með stórar hugmyndir og mikla drauma. En það setti samt þessa stemningu alveg frá byrjun sem ég held að sé gríðarlega mikilvæg. Þannig að okkar markmið, þið afsakið, þetta allt á ensku, þetta nú svona bara stöðluð og okkar innanhús tungumál orðin enska, en það fjöldinn allur af starfsfólki okkar sem að nálgast 1000 manns, erlendir aðilar og ekki nema gott það að segja, en það eru flugmenn löngu uppseldir á Íslandi, þannig að við urðum að leita út fyrir landsteinina. En markmið okkar að gera öllum kleift að fljúga og þetta svolítið komið frá Henry Ford þegar hann fór á stað með framleiða Ford-bílana. Þessi markmið hans var að gera öllum kleift að kaupa bíl og punkturinn þessi, þetta á ekki að vera lúxusvara, þetta er ekki lúxusvara, þetta er sjálfsagður hlutur. Það sem meira og kannski sér í lagi núna á þessum tímum sem við búum við núna að við teljum það að með því að gera öllum kleift að ferðast, upplifa heiminn, kynnast öðrum menningarheimum þá sjáum við að við erum nú ekkert svo ólík hvor öðru og þetta þarf ekki að vera kannski jafn flókið eins og stundum vill vera og þannig að vonandi getum við haft örlítinn þátt í því að gera þetta minni og betri heim fyrir vikið. Svona örsnöggt sagan okkar í tölum og eins og ég segi þetta búið að vera ótrúlegt ferðalag, óheyrilega skemmtilegt, gríðarlega erfitt á köflum og við höfum kannski verið mjög nær dauðanum heldur en svona almenningur veit á nokkrum tímapunktum á þessu ferðalagi og það er ekki hægt að leyna því og það komu kaflar þarna sem ég velti fyrir mig hvað djöfullinn ég að gera og hvað ég nú komið mér út í en einhvern veginn hófst þetta og ekki síst að því að við erum með frábæran hóp af fólki sem búin að leggja dag við nótt. Ég láta þennan draum rætast en það er kannski sérstaklega magnað að sjá eftir að við komum af stað með Ameríkufluginu okkar sem var allan tíman markmið að þá hefur vöxturinn verið mjög ör og gengið náttúrulega mjög vel. Við vorum með góð afkomu bæði 2015 og núna aftur 2016 og erum miðað við svona cirka bát 10% net income eða hagnaðar marginu. Starfsmenn, kallar og konur, gamlir og ungir, eins og segi, munu verða 1000 manns í sumar og flotinn verða 17 Airbus-vélar á þessu ári og við erum að bæta við okkur þá 5 nýjum flugvélum, allt glænýjar beint úr kassanum, eins og Svana mín segir mér að segja alltaf. Þannig að þetta er bara beint úr verksmiðjum Airbus og ég rauninu ótrúlega magnað og eitt af því sem hefur gefið okkur byr undir báða vangi, líka frá upphafi hvað við fengið mikið og öflugt support eða stuðning frá Airbus og stórum flugrekstraraðilum út í heimi sem voru að horfa á það sem við vorum að gera, voru að horfa á þennan vöxt, voru að horfa á áætlanir okkar og það að við erum búin að standa við allt sem við sögumst alltaf að gera. Þannig að við erum búin að ávinna okkur traust og þegar það reyndi á þá komu þeir rauninni með okkur. Við höfum aldrei verið fjármagnaðir innanlands, það er bara einn hluthafi og sem ég. Þannig að hvort sem stundum það jákvætt, stundum getur það verið flókið.
En það hefur reynst okkur ómetanlegt að hafa slík aðlag með okkur. Enda bara svona til þess að setja í samhengi þá kostar ein Airbus 330 vél ný frá Airbus $250 milljónir. Og það að láta lítið félag á Íslandi með eiginfjárstöðu sem var sko nálægt núllunu, þá 3 slíkar vélar, það ekkert hver sem hefði kvittað upp á það. En það gríðarlega ánægjulegt að sjá hvernig það hefur þróast. Svo aftur, og þetta held ég líka mjög mikilvægt, eins og segi, við erum að hugsa global, ekki lokal. Þetta svona til þess að bera okkur saman við það sem fólk þekkir hér, sem þá Icelandair. Við erum í sjálfu sér voða lítið að velta því fyrir okkur dagsdaglega, en þetta svona það sem við gerum ráð fyrir og höfum sagt opinberlega. Við gerum ráð fyrir að fara upp í 4,5 milljón farþega á næsta ári og 6 2019. Og menn horfa á þetta og hugsa, ekki allt í lagi, en ég bend á það að við erum að sko hægja á okkur í prósentilegu síðan í vextinum, þannig að við teljum þetta mjög gerlegt. En það mótilega að virka mjög vel, þar að nota Ísland sem tengistöð. Hvað þýðir þetta? Hvernig getur þetta litið út? Þetta núverandi leiðarnet okkar og þarna sjáum við Ísland og við eigum það svolítið til og ég held að það sé hættulegt reyndar en allavega á þessari glæru þá Ísland nafnlega alheimsins og við skulum hafa það þannig í smástundi viðbót. Og þetta þá fyrst og fremst Evrópa og svo austurströnd Bandaríkjanna en við bættum við Los Angeles og San Francisco sem þá á vesturströndinni núna síðastliðið vor. Það hefur gengið mjög vel og mjög ánægjulegt að sjá hvernig það hefur gengið fyrir sig. Erum svo núna búin að vera ræða opinberlega og ég tek skýrt fram sér í lagi að því ef þetta í beinni útsendingu. Það ekki búið að ákveða eitt né neitt, þessir punktar eru bara til sýnis þannig að við hlaupum ekki upp hérna í einhverju fáti en bara til að gefa ykkur hugmyndir hvert okkar nýju flugvélar geta flogið þá þetta eitthvað sem við höfum mikinn áhuga á og ég mun fara inn á það hér á eftir. Ég tel reyndar algjörlega bráðnauðsynlegt, ekki bara fyrir WOW heldur fyrir Ísland í heild sinni að fara út í slíka tengingar ef við ætlum að lifa samkeppnina af og ég fer aðeins betur í það á eftir. Ef við höldum áfram, hvað væri hægt að gera ef við myndum raunverulega skilgreina okkur sem alþjóðlegan hub? Og núna aftur eru margir sem velta þessu fyrir sér, hvað þetta eiginlega? Þá tökum við Dubai. Dubai fyrir 30 árum síðan, það var engin flugvöllur. Í ár þá verða 80 milljón mann sem fara í gegnum Dubai flugvöll. Það verða 100 miljón mann sem fara þar 2020. Þetta orðið stærsti flugvöllur í heimi. Hvað bjuggu margir í Dubai fyrir 30 árum síðan? 300.000 manns. Það svolítið umhugsunarvert. Þannig að þetta kemur ekki stærð landsins eða fjölda manna við hvar tækifæri liggur. Þeir ætluðu sér, fjárfestu, fóru markvisst af stað í að tengja Asíu við Miðausturlönd, við við Evrópu. Evrópa, Afrika, Asía. Horfir á legu Íslands, það enginn sem getur keppt við þessa legu. Það að við erum með landfræðilegt forskot sem ekki hægt að keppa við þegar kemur að því að búa til alþjóðlegan hub sem tengir Asíu, Evrópu og Ameríku. Þetta einstakt. Þetta kemur nota bene, ég ekki að tala það að troðfulla allt hér af ferðamönnum. Síðan svo, þetta alveg sér tækifæri út af fyrir sig sem getur skapað gríðarleg verðmæti hins vegar fyrir land og þjóð. Þetta gerir okkur líka kleift að tappa þá af. Þannig að ef einn markað lokast, þá verður það opnað fyrir annan. Með þessu móti, ef það eru þá hérna, þá verður ekki nema brota þessu. Ég nota líka annað dæmi. Helsinki-flugvöllur með 16 miljón manns. Fyrst og fremst Asía inn í Evrópu. Kaupmannahafnar-flugvöllur með 27 miljón manns. Við erum núna í kringum 7. Þannig að ef þú komið með flæðið á annað borð sem stoppar hérna á stoppustöðinni í Ísland, þá höfum við margvíslega möguleika til þess að lokka þá inn hvort sem 1 dag, 2 daga, viku eða fleiri. Það snýst málið. Þá getum við fengið þessa stýringu í hendunar. Þannig að ég hef ekki ágjörð af því að allt stöðvist. Það verður ekki hérna krasslending, þrátt fyrir fréttir gærdagsins, nema síður sé svo framalega sem við hugsum núna nokkra leiki fram í tíma. Já, þetta eitthvað sem við þekkjum öll. Þetta kannski, eins og ég segi, það sem áhugaverðar. Danmörk helmingi minna land en Ísland. Það koma 6 sinnum fleiri ferðamenn til Danmörkur heldur en hér.
Þannig að þegar við erum að vandræðast með það að allt sé orðið stútfullt hérna og þeir eru farin að flækjast fyrir og þetta eintómt bölmóður og vandræði, þá ættum við kannski aðeins að draga andan og velta því frekar fyrir okkur hvernig getum við nýtt þetta tækifæri, hvað getum við gert við þetta, hvernig getum við dreift ferðamönnum landi betur. Bláa lónið helsti áfangastaður landsins var ekki til fyrir 20-30 árum síðan. Getum við búið til fleiri bláa lón, og þá meina ég ekki orðsins fyllstu, heldur svona, getum við búið til fleiri áhugaverða staði víðar landið? Já, hiklaust. Það hægt að gera gríðarlega miklu meira fyrir ekki svo mikinn tilkostnað til þess að lokka ferðamenn hinga á þangað landið. Og auðvitað eigum við að gera það. En það alveg ljóst, það svona titillinn, heimsyfirráð eða dauði. Það eru áhættur þarna úti, en eins og oft vill vera, þá held ég að við séum að misskilja mjög margar þeirra. Og það helgast meðal annars að því að Ísland nafli alheimsins. Og ef við spyrjum fólk og við lesum greiningar aðalega og við lesum meira sér fréttir gærdagsins og veltum fyrir okkur, hvað í gangi? Er það sterk króna? Er krónan að fara með okkur? Er það því að það eru komið of mikið af ferðamönnum? Er það skortur á innviðum? Er það skortur á afþreyingu? Hvað er það sem að valda helsta, hvað er stærsti áhættufaktorinn fyrir íslenska ferðaþjónustu og þar að leiðandi, nota bene, ef við erum að horfa á það, við erum að fá 500 milljarða í gjaldeyristekjur af ferðaþjónustunni í dag. Hvað er það raunverulega sem gæti drepið okkur og miklu hraðar heldur en menn gera sér grein fyrir? Allt þetta hefur áhrif, en það er eitt ágætisfyrirtæki sem er stærsti ógnvaldarinn. Og það er vinur minn Björn Kjós í Norwegian. Hann var svona semi-mentor þangað til í haust. Þá svona horfði hann á mig, heyrðu skúli minn, ég held að það sé komið nóg að þér. Og svona bara mutual respect, en andrúmsloftið breyttist skyndilega þegar við hittumst. En þetta er nefnilega alveg magnað að sjá. 2005, það er að segja fyrir rétt rúmlega 10 árum síðan, þá vorum við með 13 flugvélar bara fljúgandi frá Oslo. Ég get lofa eitthvað því Björn, vinur minn, satt ekki í Oslo að velta fyrir sig hvernig hann geti búið til fleiri flug frá Oslo. Hann var miklu stærri og alltaf öðru sviplöðum. Ef hann hefði gert það, þá var hann kannski með 25 vélar í dag. Hann var að mappa út hvernig getum við nýtt það sem við erum búin að læra í Oslo og flutta út alla Evrópu til þess að fljúga þvert yfir hafið. Hérna sjáum við, núna í ár er hann komið með 155 flugvélar og hann er rétt að byrja. Og aftur til að setja það í samanburð, hann er ekki orðinn saddur af því að hann horfir á Delta sem er með 1000 flugvélar. Svo ertu með 3 fyrirtæki í Kína sem eru komið með 2000 flugvélar hvert. Þannig að það að sitja hér og halda að við getum bara hort á okkar litla hagkerfi og okkar litla umhverfi og komist upp með það til lengdar er mikill misskilningur. Og ástæðan fyrir því er að þegar við förum að fljúga til Los Angeles, San Francisco, Miami, Montreal og svo framvegis, við gætum ekki flogið á nein af þessum áfangastöðum nema því að megnið af farþegunum er að fljúga yfir hafið. Þannig að ef sá leggur hverfur, þá myndum við þurfa að loka fullt á okkar áfangastöðum. Ekki bara við, heldur almennt. Það er hættan. Það er að segja samkeppnin, hún er ekki hérna að við séum að pissa utan við hvern annan. Það er mikill misskilningur og ég held að það sé stór hættulegt að hugsa þannig. Samkeppnin er að utan. Af því að þá, eins og ég segi, þá mesti vöxturinn kom núna frá Bandaríkjunum og kom frá Kaliforníu af því að við fórum að fljúga beint þangað á mjög góðum verðum. Kaliforníubúinn er ekki, ef við hættum að fljúga þangað beint, þá allt í einu hann heldur ekki áfram að fljúga í gegnum New York. Einhverjir munu gera það, en það er brotabrot. Af því að þið vitið það sjálf, þegar þið eru að taka ákvörðun að fljúga, hver er aðalkriterian? Það er verð og eru beinflug. Við erum með 3 börn og þetta er vesen og við erum bara með viku frí og við viljum ekki taka 2 heila daga í ferðalög. Þannig að beint flug og verð skiptir öllu máli. Við megum ekki vera það sjálfhverf að við accepterum ekki staðreyndir í öllum könnunum. Það er ástæða fyrir Expedia sem er stærsti ferðasal í heimi, hann sýnir bara tvennt. Hann sýnir ekki hvort það er sjónvarp í vélunum, hann sýnir ekki sætabil, hann sýnir hvort að maturinn kostar eða ekki, hann sýnir verð, beint eða ekki beint flug. Ef þetta skiptir máli þegar fólki var að kaupa, þá myndi þau sýna eitthvað meira. Þetta er ekki mjög flókið. Þannig að, eins og ég segi, hvað eru þeir búin að gera á undanfarnum 10 árum? Þeir eru búin að opna ekki 1 hub, ekki 2, þeir eru nú komin með 7 starfsstöðvar og eru að fljúga, bara að mappa alla helstu staðina út alla Norður-Ameríku í beinu flugi.
Annar misskilningur það að þegar þeir byrja að fljúga frá Barcelona, já það tekur svona 2 ár fyrir að komast inn á markaðinn og byrja að tengjast Los Angeles búum og svo framvegis. Nei, þetta binary, þetta bara 1 og 0. Það gerist samstæðus þegar þeir byrja að setja inn á bókunarvefi, nú fljúgum við frá Barcelona til Los Angeles. Þann sama dag þá fer Palli Jónsson á netið og að kaupa flug, hann sér Norwegian, beint flug, ódýrast. Af hverju ætti viðkomandi Barcelona búi að kaupa flug, alveg svona hvort það íslenskt flugfélag eða eitthvað annað, þar sem þarf að stoppa einhvers staðar, bíða, skipta flugvél, kannski týna töskum, dýrara, óhagkvæmara, lengra flug. Aftur, þetta ekki flókið. Það ekkert okkar sem myndi velja þann kosti. Það þú getur fengið glænýja, Dreamliner vél, flott pródukt, hræódýrt, beint flug. Og það sem skiptir líka miklu máli, að því þetta beint flug, þá ertu ekki með flugvallagjöld á stoppistöðinni. Þannig að kostnaðarlega séð getur enginn keppt við þá með stopp einhvers staðar. Það sama hvað við viljum, hvað við getum verið hagkvæm og góðir rekstri, við getum ekki keppt við þessi beinu flug ein og sér. Þetta annað raunveruleiki. En áður við förum öll í þunglindi, að því við erum með lausn, þá held ég að sé rétt að það ástæða hverju ég ennþá mjög brattur og rétt að byrja. En þetta ástæðan því sumir halda, því nú erum við búin að kynna það, við ætlum að fara á meginlandið. Við erum að fara að keppa við vininn, að það eina leiðin fyrir okkur. Þannig styrkjum líka leiðakerfið okkar frá Íslandi. Þannig að við getum orðið stærri, breiðar og sterkari og brugðist við þegar eitthvað kemur upp á Íslandi og það mun eitthvað koma upp á Íslandi. Bara sagan sýnir það, við vitum það. Þá kostur ekki bara af eina starfsstöð, heldur margar. Ég veit ekkert hvort við verðum komið 150 vélar eftir 10 ár, en við ætlum svo sannlega að reyna að komast áleiðis þangað. Það breytir því ekki að Ísland verður og ég vona til að við höfum gæfi til að byggja það áfram upp og það verður kjarnastarfsemi okkar til margra ára. Já. Nei, býtu, hvað ætla ég að segja? Já, ok. Það var eiginlega kannski bara að sýna lykilatriði til framtíðar. En ef þið munið glæruna það sem það kom allt inn, langar að fara aðeins þangað aftur. Áðurinn fyrir þannig. Þetta nefnilega lykilatriðið. Það hét í gamla daga, þá var það að tala the fax machine effect, það að segja the network effect. Og það þýddi það að þegar fyrsta faxmaskínan kom, þá var hún í sjálfu sér verðlaus. Þú varst eini maður með faxið og þú gast ekki faxan inn. Svo augljóslega, eftir því sem fleiri fengu fax, eða síma for that matter, þá augljóslega jókst verðmæti þessa eina tækis og allra hinna tækjanum leið. Það sama gildur leiðakerfi. Þannig að í dag, og það sem hefur gerst núna undanfarin ár, að leiðakerfi okkar allra að styrkjast. Þess vegna legg ég áherslu á að vinir okkar í Vatnsmýrinni og við eigum 100% sameiginlega hagsmuni, svo og þjóðin öll, í að efla Keflavík sem alþjóðlegan höfn. Fáum inn eins marga punkta eins og við mögulega getum inn í hennan höfn. Þar með getum við byrjað að fljúga inn á svona mjög obskjúr staði, þar sem verða aldrei bein flug yfir hafið. Skiljið hvað að fara? Og þar með eigum við að tengja Asíu inn í Keflavíkurhöfn, af því að ef eitthvað gerist í pólitíkinni í Bandaríkjunum, sem því miður eru kannski komnar einhverjar ákveðnar líkur á, þannig að ég ætla að fara að eða tíma í það líka í augnablikinu, en klárlega höfum við áhyggjur af því. Ef við værum núna komnir með Asíu, Indland, Kuala Lumpur etc. inn í leiðakerfið okkar og eitthvað myndi stöðast þarna, þá gætum við rýrúta traffíkinni inn á aðra brautir. Í staðan fyrir, ef bara, God forbid, ef Ameríka myndi einhverjum vegna lokast núna, þá væri ferðaþjónustan á Íslandi farin á hausinn á 0,1. Og það ekki flóknir það. Þetta og ég ekki aftur, ég hef enga trú á það að gerist, en ég bara stundum eins og fólk vilja ekki acknowledgera eða átt að sjá afleiðingum sumra gerða, en það gefur auga leið. Besta leiðin aftur til þess að komast til móts við þetta, að standast keppnina, að búa til eins marga leggi eins og við mögulega getum. Og við eigum að vera að fljóta þeim. Af því að Bjössi ekki að bíða eftir okkur. Hvað þarf? Það þarf skýra stefnu stjórnvalda.
Þetta er rosalega mikilvægt. Skýrstefna stjórnvalda, atvinnulífs og bara samfélagsins í heild. Auðvitað á þetta gerast í góðu samfloti. Það sem helsta hindrunin núna er að það setja alltaf samhengi þegar ég fer að tala stækkun Keflavíkurflugvallar í að við ætlum að stútfylla alltaf túristum hér. Það er ekki endilega sama sem merkir þar. Þvert í móti þá held ég einmitt partur af þessari stefnu á að vera Ísland sem sjálfstætt, sjálfbær náttúruperla og við eigum að vernda það eins og við mögulega getum. Það er gríðarleg verðmæti fólgin í því. Þá koma sumir já en flugvélar menga. Það er rétt, en flugvélar menga miklu minni í dag heldur en að gera bara fyrir 5 árum. Flugvélar verða mengunarlausar eftir svona 30 ár. Af hverju segi ég það? Horfum á bílaþróunina. Meiri segja, nú bara því þetta er einu uppáhaldsaga mín, ég veit að ég er örugglega komið langt fram í tímann, en Rolls-Royce, sem er eitt stærsti flugvélamótor framleiðandi í heimi, það vill svo til að þeir eru líka einn leiðandi framleiðandi á kjarnorkudrifnum mótorum í heiminum. Kjarnorkukafbátur sem siglir hérna höfin með allt í gangi, allar vinnslur, ljós, 100 manns borð, keyrandi allan sólarhringinn neðan sjávar, hvað haldið hann geti keyrt lengi á einni hleðslu? 26 ár. 26 ár á einni hleðslu. Sem þýðir, þetta er sami aðilinn sem er að framleiða flugvélamótor og þennan mótor. Það er eingöngu pólitík, sálfræði sem stendur í veginn fyrir því að við verðum að nýta slíka mótora borð í flugvélum í dag. Þannig að, eins og segi, það að leysa umhverfisþáttinn, sem skiptir mig miklu máli, ég vil meina handa við hornið, 30 ári handa við hornið. Allavega, það var smá hliðarspor. Já, skilgreiningar sem var sem á flugvél, ég held að það var komið. Búa til loftferðasamninga, þetta er annað sem er mjög mikilvægt. Þetta hefur ekki verið forgangsatriði af margvíslegum ástæðum, það var enginn að biðja það. Þannig að það var svo sem ekkert að kalla á eftir því. Þetta er eitthvað sem ég held að sé mjög aðkallandi að við gerum sem allra fyrst. Við sjáum líka bara fyrir sjávarútveginn okkar, auðvitað myndi opnast margvíslegir markaðir ef það er komið flugleiðir hérna út allar trissur. Og ekki nema jákvæmt það að segja. En síðast en ekki síst, þetta mun þýða innflutning á fólki. Aftur, ég held að það sé tækifæri, augljóslega, í ljósi stöðunnar í heiminum. Og ég er ekki að tala láglaunastörf. Eins og ég segi, við munum ráða einhverja 200-300 flugmenn bara núna allra næstu árum. Við erum þegar búin að ráða 70 erlenda flugmenn. Og Ísland er eftirsóknarvert eins og staðan er í dag, en ef við horfum til Keflavíkur, hvað er verið að gera? Það er verið að breyta Keflavík og Suðurnesjunum í dag í iðnaðarhverfi. Og það er alveg stórkostlega galið að horfa upp á það að þarna koma allir túristarnir inn, þeir fljúga í aðflugi og sjá nú þegar stóra verksmiðju og þá að byggja fleiri verksmiðjur. Þetta meikar engan sens. Þannig að það er sumt sem við erum að gera sem er mjög sérstakt og þarf að taka til athugunar. Af því að búa til aðlaðandi land, laða til sín gott fólk og aftur leiðir af sér margvíslega nýsköpun og verðmætaaukningu. Og ég get ekki stillt mig það úr því komin á þessum nótum og af því að við fórum með Ósolandi, að það hefur verið talað um það hefur verið margvíslegar ívilnanir til að laða til okkar ákveðin iðnað. Á sama tíma fór Actavis úr landi, CCP á leiðin úr landi, Össur, Marel, þetta er allt starfsemi sem er búin að færast út úr landi. Þetta er okkar helstu nýsköpunarfyrirtæki. Af hverju er ekki búið að einbeita okkur að því að búa til umhverfi sem heldur í það frábæra sem er að gerast hér? Það er tækifæri og auðvitað eigum að vinna samkvæmt því og laða til okkar fólk, ekki að horfa eftir þessum fyrirtækjum var úr landi. Þannig að aftur, ég held að það sé augljóst, en það vantar kannski að spyrja okkur hvað þarf til og hvernig höldum við þetta. Því að við getum það, því að öll okkar viljum á endanum koma aftur hingað. Já, það var ekki fleira held ég. Takk fyrir.